Þetta lýsing Sigurbjarnar Einarssonar sem kemur fram í þeirri bók sem heitir Draumar landsins og skrifuð 1944 og ég ætla að biðja ykkur að hlusta vel því að hvert einasta orð hjá Sigurbjörn eins og hans vandlega valið. En það kemur fyrir að við lifum þær stundir að við hefðum engar fremur kosið, þeirra sem við þekkjum úr sögunni. Þeir Íslendingar sem voru á yfirborði moldarinnar 17. júní árið 1944 þurfa enga kynslóð af öfunda sem horfinur undir svörðin. Má segjum það að breyttu breytanda eins og forðum var sagt, margir hafa þráð að sjá það sem þið sjáið og sáu það ekki og að heyra það sem þið heyrðið og heyrðu það ekki. Við lifðum þannig atburð sem fortíðin þráði og framtíðin á eftir að blessa, vonandi án þess að beiskja saknaðar blandist nokkuð tíma þeirri minningu. Allir Íslendingar hafa ánefa fundið til þess að einhverju leyti, hvar sem við voru staddir og hvernig sem skoðanir hafa fyrr verið skiptar það hvernig að málum skyldi haldið. Ég hygg að þennan dag hafi allir Íslendingar verið með einni sál að svo miklu leyti sem þeim á auðið verða. Það rigndi á Þingvelli þennan dag, en varla svo nokkur eftir því að vera þar staddur þessa stund og fleiri hefðu kosið að vera horfnir þangað þrátt fyrir suddan. Íslenska björkin angar best í vætu. Sprotar bláskóa hennar fornu sem hafa staðið af sér harðleikni aldanis og ták þjóðarstofnsins færðu himninum dýra ilmforn daginn sem Ísland var frjálst. Og þetta náttúrulega biblíutilvitnun og nú verið að játa það, ég verið svo skrítið þegar maður fyrir að umgangast presta, þá reynir maður að leyna svona hrokanum í sér, eftir besta máli. Þannig ég fann þessa tilvitnun og ég var að játa það, ég þóttist nú þekkja hvar hún væri og þóttist nú vita hún væri Lúkas og Guðspjalli, en ég googlaði nú til þess að finna nákvæmlega hvar hún En þetta sinns Lúkas Guðspjalli og þetta byrjar svona til að útskýra samhengið og hann sneri sér að lærisveinum sínum og sagði við þá einslega: Sæl eru þau augu sem sjá það sem þið sjáið. Því ég segi yður, margir spámenn og konungar vildu sjá það sem þið sjáið, en sáu það ekki, og heyra það sem þið heyruð, en heyruð það ekki. Það sjáið líkinguna. Líkingin Jesús að tala við lærisveina sína einslega til þess að segja þeim að hvað þeir hafa orðið, hvaða kraftaverki að þeir hafa mátt njóta að sjá dýrð drottins. Þetta prestur og hann veit nákvæmlega hvað hann að segja og það sem hann meinar. Í þessum orðum líka eins og fyrirheit, eins og ótti, ekki fyrirheit, eins og ótti. Þið sjáu á þessum orðum vonandi án þess að beiskja saknar blandist nokkuð tíman þeirri minningu. Og ég veit alveg nákvæmlega af hverju þetta sett fram með þessu fyrirvara. Það vegna þess að Sigurbjörn Einarsson, hann náttúrulega hafði verið einn af lögskýlumönnum sem vildu að Íslendingar skildu við Dani með reisn og notfærðu sér það ekki að Danmörk væri herseti landa þjóðverjum til þess að slíta sambandi við Dani. Þeir voru keyrðir niður á offorsi og valdbeitingu og meðal hann skrúa fyrir á ríkisfjölmiðlana vegna þess að það var þá á Íslandi sá tími að það átti bara ein rödd að heyrast og það var röddin það að svona skyldi þetta vera og einn af forystumönnum þjóðarinnar talaði það að það væri það þyrfti að kæfa hljóminn sem var að æra þjóðina og það var tekið höndum saman að keyra það niður og þetta voru þessi lögskýlaði menn voru bestu synir og dætur þjóðarinnar. Men þessi lögskýlamönnum voru líka konur eins og Aðalbjörg Sigurðardóttir og Sigríður Eiríksdóttir. Nú, það líka lýsing á því hvað Sigurbjörn ótta Sigurbjarnar það að sumarið 1946 eftir að það komið krafa frá Bandaríkjamönnum 3 hestöfl 99 ára studdar mjög eindregið af forseta Íslands og fleirum og tilgangur meðal sá að sprengja í loft upp nýsköpunarstjórnina sem þar var völd. Þess að forseti Íslands væri svo fleiri fórstar Íslands þeirra skoðunar það að sósíalistar ætti ekki að vera við völd á Íslandi.
og þá var verið að sprengja upp þessar nýsköpunarstjórnum og þessi krafi sett fram og þá risu upp íslenskir menntamenn og meðal hans Sigurbjörn Einarsson og Sigurbjörn Einarsson fór í pólitík. Maðurinn sem náttúrulega hafði engan áhuga á pólitík í rauninni, hann hafði bara áhuga á því að standa vörð þann draum sem lýðveldi var byggt á. Og hann var boðið að vera efsturmaður á lista Alþýðuflokksins í Reykjavík og hann neitaði og sagði, nei, ég veit ekki verið þar, en ég veit góða mann sem ég tilnefni og það var Gylfi Þ. Gíslason. Vegna þess að Sigurbjörn Einarsson vissi það jafnaðarmaður að lykilatriði í að standa gegn þessari kröfu Ameríkana var Alþýðuflokkurinn. Og þeir stofna síðan þarna haustið 1946 og stofnaði Þjóðvarnarfélag Íslands sem til þess að koma í veg fyrir það að Keflavíkursamningurinn væri samþykktur. Nú, við getum nákvæmlega sagt það hvenær að draumurinn lýðveldi dó. Hvenær að draumurinn lýðveldi dó. Halldór Kiljan Laxness orðaði einhvern veginn líka þannig á þeim tíma. Það var dagurinn sem draumurinn lýðveldið dó. Og hvaða dagur var það? Það var 5. október 1946. Og þá var nú ætla ég ekki að fjalla efnislega Keflavíkursamninginn. Það má vel rökstyðja það að Keflavíkursamningur var pólitískt afrek. Ólafs Thors og Bjarna Benediktssonar. Men það sem gerðu, þeir tóku kröfur Ameríkana 3 haustið 99 ára og voru komni með það niður í það að herinn ætti að fara en Ameríkanar fengju aðstöð á Keflavíkurflugvelli tímabundi með samningi síðan sem mótti segja upp. En krafan var þjóðaratkvæðagreiðslu og það gleymist alltaf í deilunum herinn að megin þungin í kröfunni í deilunum herinn var krafan þjóðaratkvæðagreiðslu. Þess að hún sameinaði alla lýðræðissinna í landinu. Hvort sem voru sósíalistar, hvort voru jafnaðarmenn, hvort voru fylgjendur Sjálfstæðisflokksins eða hvaða flokki sem var, að það var krafan það að lýðveldi var stofnað á því að fullveldisrétturinn væri í höndum fólksins. Og þessi tillaga það að greiða atkvæði þjóðaratkvæðagreiðslu herinn eða þessi aðstoð á Keflavíkurflugvelli, hún var felld með 27 atkvæðum gegn 4. Og allir þingmenn Alþýðuflokksins nema 2 sat hjá reynda greiddu atkvæði með. Þannig að ótti Sigurbjörns Einarssonar reyndist vera réttur það að svikin eins og kölluðu væru í nám. Nú við erum í skugga þessara deilna og við erum í skugga þessara sögu svik. Þau byrja ekki með hruninu, þau hafa verið lengi. Talað gjafakvótakerfið, hermangið og ótalunum menn. Geti ímyndað ykkur það að þjóðin hefði kosið yfir sig gjafakvótakerfið? Eða þjóðin hefði kosið yfir sig hermangið? Eða þjóðin hefði það kosið yfir sig að bankarnir í landinu yrðu afhendum vildarvinum stjórnmálamannanna í landinu? Eins og sagt á ensku, no way. Og þannig að þegar verið talað að það sé engin þörf á því að búa til nýja sáttmála og nýja stjórnarskrá. Við eigum engan sáttmála. Þannig þetta ekki spurningu það að skipta út einhverjum gömlum úreltum sáttmála fyrir einhvern nýjan. Þetta snýra því að búa til í fyrsta sinn. Eða annars skulum við segja eftir 1262. Sáttmála sem við getum lifað eftir og tákn okkar drauma, okkar þrá, til hvers við erum hér og hvað það sem bindur okkur saman og hvers við vonum og hvernig við ætlum að fara því
að láta þessar vonir verða að veruleika. Og þessi drög að stjórnarskrá eða frumvarp, að ég hafði svipaða tilfinningu þegar ég var að lesa þetta eins og ég hafði þegar ég var að lesa rannsóknarskýrslu Alþingis. Og það er þetta, það er ekki öll von út Ísland, meðan við höfum fólk sem getur komið saman og búið til bæði þennan sáttmála og líka þennan að þessa stjórnarskrá. Og nú eins og var sagt hér áðan, ég er ekki að tala það við að samþykkja sem reiðubúin hver einustu grein og í þessari stjórnarskrá. En sáttmálan getum við allan samþykkt og hann er ákaflega stuttur og ég ætla enda á því að lesa þennan sáttmála sem felst í aðfara orðum að þessu frumvarpi til stjórnskipunarlaga. Og þetta er svona texti, ég vildi svo innilega að ég hefði samið það sjálfur, en ég veit það, ég hefði aldrei samið það sjálfur, og þetta getur enginn einn maður samið sjálfur. Þetta er samið af hóp sem hefur náð að elska hvert annað, þykja vænt hvert annað og sýna hvert öðru kærleik og umburðarlyndi, en ásamt því að koma því til skila sem þarf að koma til skila. Og aðfarorðin er svona: við sem byggjum Ísland viljum skapa réttlátt samfélag þar sem allir sitja við sama borð, ólíkur uppruni okkar auðgar heildina og saman ber við ábyrgð á arfi kynslóðanna, landi og sögu, náttúru, tungu og menningu. Ísland er frjálst og fullvalda ríki með frelsi, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi á hornsteinum. Stjórnvöld skulu vinna að velferð íbúa landsins, efla minningu þeirra og virða margbreytilega mannlífs, lands og lífríkis. Við viljum efla friðsæld, öryggi, heill og hamingju meðal okkar og komandi kynslóða. Við einsetjum okkur að vinna með öðrum þjóðum að friði og virðingu fyrir jörðinni og öllu mannkyni. Í þessu ljósi setjum við okkur nýja stjórnarskrá æðstulegu landsins sem öllum ber að virða. Svo er hér bara að lokum tilvitnun Hannes Pétursson. Í eina af kvæðum hans, það hefst þannig: við stóðumst ekki án drauma neitt dag til kvölds. Og það minnir okkur á að fyrir einstaklingana þá getum við ekki komist í gegnum neitt einasta dag án draums. Og það sem að gildir einstaklinga gildir líka þjóðir. Auðvitað getum við lifað án þess að vera með sáttmála, auðvitað getum við lifað án drauma og án fyrirheita og án þess að ætla okkur eitt eða nefn. En það er ekki líf sem að sæmir fólki sem ætla sér að vera eitthvað annað og meira heldur en hvað? Takk fyrir.